Magni Hvam mikill frumkvöðull og goðsögn þegar kemur að uppbyggingu á gönguskíðastígum og hjólreiðastígum á Reykjavíkursvæðinu og víðar. Hann fann það upp hjá sjálfur sér sem sjálfboðaliði að fara að leggja fyrir okkur brautir, gönguskíðabrautir og að ryðja fjallahjólastíga út allar kvipin og kvappin og svo heyrir maður talað fallega Magna og það svo gaman að heyra svona frumkvöðlastarfið þannig að hann kominn til mín og við ætlum að fá að ræða þessa menningu, aðallega kannski fjallahjólamenninguna á Íslandi sem að orðið að svona, mjög vinsælli íþrótt og Magni, velkomin. Takk fyrir. Ég var að reyna að böggla þessu út í mér. Það sem vafðist fyrir mér var gönguskíðastígar. Já, einmitt, þetta heitir ekki gönguskíðastígar, þetta eiginlega meira, við köllum þetta spor fyrir gönguskíði, en ekki alltaf spor, þetta bara leiðir, en brautir, eiginlega brautir og spor og stígar, þetta flókið. Þannig dyslexían mín að villa okkur veg, en það allavega fyrsta skipti sem ég heyri talað þig þegar það verið að tala hennan sérkennilega mann sem mættur upp á Hólmsheiði á næturnar að tróða brautir fyrir okkur. Já. Það ótrúlega mikið þakklæti sem þú fékkst frá mörgum. Já, rosalegt þetta kom rosalega óvart og bara skemmtilegt Kom óvart viðbröðin. Já, bara allan daginn, rosalega Þetta náttúrulega tók smá nokkur ári í uppbyggingu að ná þessum stað Við vorum alveg mörg ár á undan að gera aðeins öðruvísi hluti og aðeins grófari með einfaldari tækjum og smíða öll tækin sjálf og allt Varst að búa til spor Já, græjuna, sporan allt sem þú dregur á eftir á snjósleða eða hvað? Já, þannig byrjar þetta byrjar ennþá einfaldar ég var bara að draga eftir með einhver vörubíladekk til þess að búa til leiðir í snjónum sem að fólk getur hjólað á þannig byrjaði þetta spora apparat Þannig að við tókum ríkishringinn inn í Heiðmörk og héldum honum opnum í heilan vetur til að byrja með bara í sjálfboðastarfi til þess að sýna bara fram á þetta geggjað svæði sérstaklega á veturna þegar enginn þetta það meter snjór yfir öllu og þú ert bara komin inn í eitthvað jólapóstkort og þarna gerðum við alveg 17 kilometra hring rosalega stóran og flotta hring sem var bara mjög vinsælt sem útivista afþreying bara fyrir alla og með því að draga á eftir dekk á vélslega bara fjórhjóli til að byrja með og svo fór maður að smíða eitthvað sín eigin græjur og sjá hvernig þetta gert í öðru löndum og allt svoleið og nördast aðeins í snjónum en hann komst maður líka að því að snjórin sem við erum með á Íslandi alltaf vondur snjór þeir með rosalega lélegan snjó á Íslandi sérstaklega niður í byggð það sem mikla hitasveiflur í honum og hann breytist svo dag frá degi þetta ekki eins og í Kanada eða Ölpunum sem bara gerir spor og það bara geggja grjóthart í heila viku hjá okkur kannski ónýtt eftir 2 tíma Já. Það þarf að gera það aftur, svo kemur snjókoma út af því að það svo breytilegt veðrið okkar Já, hitast í sveiflast og svo kemur skafrenningur að hverfur allt á 5 mínútum og þegar maður gerir spor sem lítur vel út það helst kannski í klukkutíma 5 mínútur Ég las einhverstaðar eftir haft að snjórinn væri flóknari heldur en konur. Já, þetta féll ekki í góða jarðveg. Já. En þetta útskýrir margt. Snjórinn rosalega erfiður, bara erfitt fyrirbæri að vinna með það því að hann aldrei eins. Hann aldrei eins, þú veist aldrei hvernig hann mun, sjatna eða byggjast upp eða því þú ert að búa til svona skíðaleið þá það ekki nóg bara að draga eitthvað apparat og segja bara komið á skíði það þarf að undirbúa, þetta bara eins að búa til veg þú ert að búa til grunn svo þarf að sletta grunninn svo þarf að byrja til að koma snjór ofan á það þá getur þú farið að spora og gera eitthvað svona fínt ofan á Er það svona flókið?
flókið? Þetta mjög flókið, menn sumir prófa þetta, kaupa sér bara einhverja græju í sumarbústaðinu sínum og ætla að gera gönguskeiðaspor og svo fattaði bara að þetta virkar ekki því að gönguskeiðastafirnir fara kannski hálfa metrun í jörðina. Já. Þú ert að búa til á svona köllum staftak sem bara þéttur grunnur undir sporinu, þannig að stafirnir fara ekki í gegnum snjóin og svona, og líka þannig að það haldist betur sporið sem þú ert að leggja, þá ertu með kaldan grunn, þéttan, sem þolir miklu meira veður, þannig að ekki með rigning og svona, þá hverfur þetta ekki allt saman, sko. Já. Það alls konar svona pælingar, sko. En ef við byrjum á byrjunni, út af því að þú ert fyrst og fremst hjólakall, eða ekki? Jú. Og þú ert alveg upp á Akureyri og þú sagði mér hérna áðan að frekar hann að fara með krokkunum í fótbolta. Já. Þá varstu á hjólinu í kringum völlin. Já, maður ólst svolítið upp bara á hjóli í sveitinni, sko. Maður fór hjólandi í skólan og til vinanna og með veðustöngina niður á bryggju og maður var bara alltaf á hjóli, þú veist, það bara Þú þurftir að fara lengri veg en flestir inn á Akureyri eða hvað, og því að þú ert Já, og maður fór kannski ekki hjólandi þanga, maður var bara í sveitinni á milli bæja og niður í þorp og á bryggjuna og veist, maður var bara alltaf á hjóli, það var bara eina leiðin til þess að make a sense í sveitinni, sko. Já. Og ég bara fittaði ekki inn í þessu hóp íþrótti með bara, ég er rosalega lítill keppnismaður, þótti ég sé á kafi í þessu hjólreiða uppbyggingu og öllu því, ég hef aldrei keppt í neinu á ævinni, sko. Hvað segir? Ég hef ekki tekið þátt í einni einustu hjólreiða keppni, mér er alveg sama hvort ég sé sekundu fljótari niður eða lengur, sko, bara couldn't care less, sko. Já, athyglisvert. Bara fyrst og fremst ánægjan að því að vera að leika þér í Já, bara þú veist, eiga góðan dag og maður finnur alveg framfæri kannski hjá sjálfum sér og mér finnst alveg gaman að hjóla einhverju leið og bara, vá, hvað þetta var frábært rönn, bara eins og mér að skíða, bara, hún neldir alla beygjarnir og þetta var geðvægt flæði og þetta bara virkaði. Kannski er þetta ekkit fljótalegt en síðast, þú veist, hjólar oft verð, þóttu við hraðar, sko, þú veist, bara hjóla vel, það sem skiptir máli, bara vera í tengingu við hjólið og náttúruna, þannig að verði einhvern veginn svona eitt og flæði saman, það er það sem gefur mér kikkið og til þess, þá þarf eiginlega að vinna leiðir, það er ekki nóg bara að finna einhvern rollustíg og bomba eitthvað niður og vera óslega fljótur, þú veist. Það gefur mér ekki neitt, sko. Fyrir mér er fjallahjólreiðar útivist og afþreying útivist ekki íþróttagrein, sko. Já. Það er bara, þannig kem ég inn í þetta og, veist, ég fíla mig bara á fjallinu með hjólið til þess að explora, finna nýja leiðir og uppgöta bara landið og, veist, vera einhvern veginn taka þátt í því, sko. Já, athyglisvert. Þannig að ánægjan er einhvers konar flæði, þú ert að lýsa því, svona það sem að þú finnur einhvern veginn að þú ert þetta er flow hugtak, sko. Já, það er náttúrulega magnað að upplifa flow. Þetta er, sko, ég hef oft pælt í þessu, hvað er ég að þessu, það er eitthvað við það bara að búa til eitthvað svona munstur í landslægið, þú veist, vinna með landslæðinu, finna brekku hvar er rétt leiðina niður. Þetta er bara eins og að þú ert að fjallaskíða, þú ert í einhverju náttúru og það er bara landslæð fyrir framæði, þú velur þína leiðin niður og það getur verið hundleiðilt að fara beint niður, það getur verið geggjað eða þú finnur réttu leiðina niður og það er sama með þetta hanna stíga. Að því ég er menntaður hönnuður, þá er, þú veist, hausinn einhvern veginn alltaf að pæla í einhverju, ekki bara útliðslega, heldur bara flæði. Þetta er svona eins og tónlist, sko, þú vilt þegar hanna fjallahjóla leiðir þá er rosalega mikilvægt að endir hann leiðinni sé frábær. Það er alltaf leitt að sé svona ömurlegt fyrst, þú veist, þú gleymir því. Svo miðjukaflinn þar er skemmtilegur, flæði og svona eitthvað gaman, spennandi, uppbygging og svona sem álega koma miðjukafli, þú veist, sem alltaf, en endirinn verður að vera geggjaður því það er það sem þú manst eftir. Þú kemur niður, full í adrenalíni bara, rússi, það manst eftir síðustu beygjónu, sko. Það er það sem var skemmtilegast. Já. Segðu mig hvað ég þá geggjað, væri geggjað að, þú veist, sem sagt að koma niður. Það er bara, þú veist, eins og til dæmis þessi leiði sem við erum að gera í Hveragerði, þú veist, það er hérna leiðina sem eru upp í fjöllunum og svo leiðin sem kemur hérna niður sem hvernig skottið. Það er bara svona leið sem að við gerðum sem er svona meira flæði og svona meira útpælt sem hjóla leið. Þannig að það er svona, hvað ég segja, það er meiri hraði en það er meira unnin leið. Þannig að þú kemur hérna niður þá ertu einhvern veginn á miklu meiri hraða og meira rússi heldur en svona fyrirpart leiðana og þetta skilar svo miklu, svo kemur þetta niður hjá fossi og ferðir við á og dettur inn í svona dal sem er hljóðlátur
allar þessar tengingar bara við þessi elementi í náttúrunni, það þarf að púsla þessu rétt saman sko. Og stundum finnst fólki einhverja leiðir alveg æðislega skemmtilegar og alveg ömulegar og það veit kannski ekki alveg af hverju var þetta ekki skemmtilegt og af hverju var þetta alveg frábært, það eru sem leiðir sem eru bara naturally ógeðslega skemmtilegar og það sem við erum oftast að vinna með hérna heima bara kindagöturnar, það eru mjög góður grunnur af hjólaleiðum sko. Kindurnar fara aldrei einhverja vitleysu upp og niður eins og við þurfum að leggja stíga bara eitthvað beint upp fjallið sko. Það er galið konsept sko. Kindurnar eru búin að kannski rata þá leið sem að svona, þér finnst vera jafnvel svo besta. Já, þegar við erum að vinna leiðir í fjöllunum þá erum við eiginlega alltaf að skoða kindagöturnar og reyna að nýta þær sem mest og stundum þetta bara 99% kindagötur sem við erum aðeins að breyta og tengja saman að því að þegar kindurnar koma á grænt svæði þá er náttúrulega bara að fara út allt að borða og chill lengst það sko. Og við viljum hafa helst svona þétta mold, það ekki? Já, það sem erfiðast náttúrulega við Ísland jarðvegurinn er náttúrulega mjög erfiður stundum sko. Já. Og þú veist, þú ert með jarðhitasvæði, það sem kísill og leir og allt það vesen sko og svo ertu með laust yfirborð, bara hraun, mylsnu og sand og náttúrulega rosalega mikið vatnsmagn sko, þannig að þú veist fólk fyrir erlendis mennta sér sem trailbildara, kemur heim og voða stolt og búin að læra alls konar sem virkar ekki neitt hérna heima sko. Það er bara alltaf lögumál sko. Já, hvað það skólast allt í burtu og þjappast ekkert efnið og þetta er bara svona allt önnur jörði hérna heldur en margir eru með annar staðar sko. Ég hef ekki hugleitt þetta. Þú veist, nú er ég upp á Hólmsheiði að hjóla, örugglega einhvern stíg sem að þú hefur komið að. Já, kannski. Já. Og þar eru alveg ótrúlega skemmtilegir svona moldarstígar inn í skóginum og þú veist sem að og mér var hugsað til þín. Já, það er sko fjallahjólreiðar eru nefnilega þannig að í flestum tilfellum þá vill fólk ekki of unna leiðir sko. Þú veist, þú vilt finna að elementin í hjólinu sé að nýtast og virka, þú veist, þú vilt að demparnir sé að gera eitthvað, þú veist stundum eru að búa til leiðir sem eru alveg smúð, bara svona flow trail sko, en það er meira bara svona park eins og það er svona að gera fyrir krakka, svona uppbygging og æfingasvæði sko. En fjallahjólaleiðir þurfa að vera svolítið svona það þarf að vera natural feelingur í þann og upplifun, þú vilt finna elementin bara í hvernig landslagi er þetta moldagata sem breytist svo yfir einhverja klappir sem fer svo inn í skógin, út úr skóginum þú veist, það er það sem gefur fjallahjólaleiða upplifuninu svo skemmtilega svona það er bara þessi element sem þú ert að vinna með, þú ert bara í, þú veist, veðrinu, þú ert í landslæginu og bara hljóðið í dekkjunum og gripið í dekkjunum skiptir miklu máli, þess vegna skilji ekki fólk getur hjóla með heyrnartól eða airplugs. Já. Þú verður að heyra undirlagið. Já. Af því þar eyrun, þau skynja hversu mikið grip þú hefur, sko. Það er ótrúlegt að þú veist, að þú prófar þetta hjóleikunum með bara peltóra, sko. Já. Þú veist ekkert hvort það er slift undir hjólinu ekki. Þú veist svona, að því að gripið er rosalega mikið svona hljóðtengt, sko. Athyglisvert. Ég hef nú aldrei dottið í að hafa neitt í eyrunum, sko. Nei, margir gera það, sko. En ég fór að hugsa núna því ég var að fara einhverja stíga og að það er svona tilhneiging hjá mér að fara vera með hnút í maganum. Og mér finnst svo athyglisvert út af því að það er eitthvað svona tilhneiging að vera aðeins að ögra sér þannig að verði smá adrenalín innspýting og svo er ég að æfa mig, ég ákvað að vera aftast í hópnum þar sem að, þú veist, þeir aftan þá hægustu þá naut ég þess á allt annan hátt að hjóla án þess að vera með hnút í maganum. Mér finnst svo, þetta var svona ný uppgötvun. Ég er komið tími til þess að hætta að vera í spennu. Ég veit ekki, ég er alltaf búin að gæta svo rosalega mikið, ég er búin að gæta hjólahópa bara í meira en áratug og maður sér svo mismunandi hvernig fólk líður á hjólinu sem eru rosa stressaðir alltaf og meira sem þeir eru búin að hjóla, bara einhvern veginn adrenalin fer þannig í fólk og bara svona spenna. Þá er svo mikið atriði að gætin geti lesið fólkið og svona náðu öllum svona aðeins niður á jörðina sko, því að sumir bara hjóla langt fram úr getu sko. Það er mjög algengt, sérstaklega öðru landi, þú ert komin í nýtt land, nýjar aðstæður, allt öðruvísi grip og fílingur á hjólinu, kannski eftir ekki þín eigin hjóli og svona sko. Þannig að
Þetta svo mismyndi, sumir hjóla bara rosalega chillað og aðrir eru bara í einhverjum rosa, metingi að sanna sig og eins og það var fyrst, þá var þetta rosa mikið fólk að bara glápa á einhverju Garmin tölvur og bara, þeim var bara drull náttúruna og það sem það var að gera, það var bara að ná einhverju meðal tempói og hjartslætti hérna og eitthvað svona, sko. Já. Rosalega leiðilegt að gæta svo lis, finnst mér, sko. Já. Alveg hræðilegt. Þetta svona, færðist svona meira yfir í gravelsinuna, það fólk svona þar, það bara þarf sína 100 kílómetra og það ekki sátt nema það klári bara það sem þeim var sagt að það ætti að gera og skiptir ekki máli hvernig þeim líður, þeir ætla bara að klára það. Já. Á meðan að fjallahjólatúrarnir eru orðnar allt, það er orðið miklu meira svona upplifun á náttúrunni og bara stoppa, chilla, hoppa inn í kaldan í hádeginu, hlaða hjólið, hjóla meira, fara í fótabað þarna. Það svona það meiri svona náttúruupplifun sem að þú ert að tala og eftirsóknarvert að þínu mati. Sko, fólk sem að koma til Íslands til að hjóla, það að koma hérna að því að Ísland Ísland, sko. Það til miklu flottari hjólasvæði í heldur Íslands. En Ísland svo spes. Það tók mér rosalega mörg ára að fatta þetta, sko. Ég fór alltaf til Frakklands og Sviss að hjóla. Já. Ég var búin ár eftir ár. Og kom heim og bara, þetta umöld að hjóla í Íslandi, þetta ekki smá glata land til að fjalla í hjóla. Svo fattaði ég bara allt í hennu, þegar ég kom tilbaka bara, heyrðu, við erum með bara huge potential hérna í bara rosalega flott land fyrir uppbyggingu til fjallahjóla, af því að við erum svo klikka landslag og þetta svo allt öðruvís en allt annað. Þótt að leiðirna verði kannski aldrei jafngóðar og eitthvað alpa single track, sko, þá erum við með svo rosalega spes element, sko, þú ert með þetta hraun, þú ert með jarðhitan, engin tré, þú ert með útsýnið og þetta bara, finnur þetta ekki mörgum öðrum stöðum, sko. Það bara rosalega verðmætt og það sem vantar náttúrulega bara ennþá öll uppbygging svo rosalega frumst í hérna, sko. Já. Ef við tökum aðeins utan þetta, hvað sérstakt við Ísland og þeir sem eru að koma sérstaklega til Íslands til þess að fara á fjallahjólin sín og þá kemur fólk og þú ert að gæta og þú ert að leigja hjólin og ferð í einhverja ferðir. Getur þú lýst einnig svona ferð? Já, ferð. Já. Sko, við byrjuðum fyrir svona 15 árum með ferðamennsku á hjólum og þá var þetta bara hardcore fjallahjóla nöttir bara fólk sem bara hjólar 5 daga í viku á bara ógeðslega dýrt hjól og bara elskar fjallahjóla. Þetta var rosa passionate ferðir, sko, sem var frábært af því maður var alveg þar sjálfur, sko, og maður var rosalega fúll að koma einhver með í ferðina sem var ekki svo leið, sko, og allir þetta svo mikið, sko, þetta svo passionate hjá fólki að það elskar hjólið sitt svo mikið, allir komið með sitt eigið hjól, sko, og þetta byrjaði bara svo leið, sko. Hvað segirðu? Var fólk að koma með sín eigin fjallahjól? Já, og þú gerir ennþá, sko. Er það? Já, en þetta að breytast rosa mikið, þetta byrjaði þannig, þetta var bara svona ferðir, 7 daga ferðir, maður var að keyra á Land Rover, maður var að elda í fólki, maður var að tjalda fyrir fólki, maður var að hjóla með fólki, maður alltaf bara kláraði sig, gjörsamlega, sko, þetta bara fáralega hugmynd að reyna alltaf, sko, en maður gerði þetta einhver, 10 ára eða eitthvað. Já. Og þarna bara kynntist maður svo mikið að flottum hjólurum allan heim sem höfðu bara eitt markmið að skemmta sér á hjóli og ferðast á fjallahjóli, sko. Voru þá fyrst og fremst að ferðast og þá að vera í náttúrunni eða hvers konar passion er þetta? Er það að hreyfa sig út í náttúrunni? Já, þetta bara þessi fíkn á adrenalín að vera á fjallahjóli og taka á því og líða vel eftir og fá bara að borða og kynnast fólki. Mér sko fjallahjóla mennska, kúltúrin í kringum fjallahjólin svo æðislegur af því að þetta allt sama típan, þetta allt sama fólkið. Við fáum aldrei fólk sem eitthvað, þessi típa maður, þetta allt bara þessi kanadíska, útivista típa, sko, sama hvaðan hún kemur úr heiminum, þetta alltaf sama, og getur alltaf talað saman hlutinu við þetta fólk. Þú getur sett fólk frá Japan og Grænlandi og Þýskalandi og Bandaríkjunum. Þið getur öll talað einhver tannhjól og keðjur, sko, bara, og einhverja ferði sem það hefur farið í, sko. Þetta bara, þessi lífstíll svo, hann svo innrammaður, sko. Þannig að þetta alveg svona, þú veist, og því að nú hef ég mjög gaman að fjallahjólamennsku og hef farið í einhverjar utanlandsferðir á fjallahjóla, en ég veit ekkert tannhjól. Nei. Myndi ég ekki geta tekið þátt í samtalinu? Jú, þetta bara, þú veist, típan
þetta er bara fólk sem á sömu tíðinni, sko. Bara í umræðinni og heimsmálunum líka, sko. Sem rosa fallegt, en þetta er búið að breytast alltaf mikið, sko. Þetta er ekki svona lengur, af því að, þú veist, það komur rafmagnsfjallahjól, sem gott, en líka vond. Þú veist, núna allir farnar að hjóla. Það allir heimurinn farin eða heldur hann sé fjallahjólari, sko. sem frábært, þú veist, æðislegt. Bara allt í hennu komnir út og hjóla upp í fjallin. Þetta er bara besta sem hefur gerst bara í hjólreiðin frá upphafi, finnst mér, sko. Fjallahjólin, hverju breyta þau? Rafmagns fjallahjólin þá? Þau breyta bara því að fólk nennir að fara út að hjóla sem nennti því ekki áður, sko. Það er aðal kostur með þessi hjól. Það er bara allt annað sport, finnst mér. Mér finnst þetta er meira ferðalög meðan maður kannski svona fari í styttri hjólatúra. Já, þetta var aðal challenge er að, þú veist, ferðarna sem vorum búin að gera hérna í áratugum, allt í einu voru bara daglega þarna helmingi stuttar, sko. Og það er bara helmingi lengri leiðir. Og það sem að gerðist svo er að Ísland hækkar í verði og meðalaldurinn hjá okkur í kúnum er bara 10-15 árum eldri, sko, eftir að rafmagnshjólin komi. Já. Og það er bara fólk sem ennir ekki að borða ykkur hrísgrjónin tjaldi, sko. Það vil bara fá góðan fisk, steik og sofa í góða rúmi og koma sér styrkt á kvöldin, sko. Já. Og það breytir svo miklu af því að infrastruktúrin í Íslandi er ekki þar, sko. Já. Sem þýðir að þú þarft að keyra miklu meir í bíl og þá ertu komin í operation og vera með góðan bíl og kerru og allt það logistik, sko. Segðu mér núna, út af því að ég heyra að þú ert að vísa í einhverja aðstæður sem að infrastruktúr þar sem að þetta er svona til fyrirmyndar. Hvað myndir þú óska þér ef að þú geti bara, þú veist, sagt yfirvöldum hvernig þetta á að vera? Hvernig á að vera? Það er rosalega einfalt að sitja og bladra það, sko, en ég er náttúrulega búin að ferðast fullt erlendur og sjá mjög vel gerða hluti og mjög vonda gerða hluti líka. En maður náttúrulega tekur þessa velgerða hluti og reynir að læra af þeim og veist, það er bara aðstæður í Íslandi eru erfiðar. Þetta er stutt, sísón upp á hálendi. Það sem ég hef verið að hjóla erlendis er oft byrja maður alltaf á skíðasvæðum til að komast upp í hæði líka. Það er nota skíðaliftin til að komast upp og allt það, sko. Og það er infrastruktúrin til staðar. Það er með gistingur, með restauranta og allt sem til þarf. Það sem við erum að reyna að gera eins og hver að gera, pælingin okkar með þessi trail center er bara, það vantar upplýsingar fyrir fólk til þess að bara koma, tala við einhvern, fá upplýsingar, setjast niður, leigja hjól eða koma sitt eigið hjól og eftir túr fá sér drykk, borða, þrífa hjóli sitt og bara hafa gaman. Þetta er bara það sem vantar á Íslandi. Það var, þegar maður var að byrja að hjóla fyrir 25 ára síðan, það ömulegt svona bíla logistik alltaf. Það var alltaf bara, heyri, skiljum þinn bíl eftir hérna, hjólum svo frá A til B og skiljum annan bíl eftir þar og fyrir svo og sækjum hinn bílinn og þá getum við náðið hinn bílinn, það sem hjólin eru og sett hjólin á þann bíl og þá getum við farið heim. Þetta var alltaf eitthvað svona helmingurinn af ferðinni fór í að skutla bílum, sko, því að við gátum aldrei hjólaði hring, sko. Nákvæmlega. Hringleiðir eru bara lykillinn af öllu, sko. Þú veist, það einfaldar allt. Það er rosalega, skiptir miklu máli, sko. Hvar er svona, ef þú nefnir bara svona skemmtilegustu leiðirnar sem þú hefur farið á Íslandi, ef við förum að velta, gefa Íslandingurinn sem eru að hlusta eitthvað fyrir sinnsnúð? Sko, það fyrir eftir í bara hvernig típa af fjallahjólara fólk er, sko. Þú veist, það er ógeðslega gaman að hjóla sumarleiðir ef aðstæður eru góðar. Og aðstæður eru náttúrulega veður og trafík og ástand leiða og allt það, sko. Uppáhaldið mitt er að hjóla fjallabæki í september. Það er búið að labba þetta allt, það er búið að þjappa þetta allt. Allir stígarnir eru æðislegu formi og það er enginn á sæðinu. Skiptir það máli að það sé búið að þjætta þetta svona mikið? Já, þú veist, það er ömurlegt að hjóla, þú veist, snemma árs að því að jörðin er mjúk og fyrir utan það náttúrulega bara má alls ekki gerast að fólk eru að hjóla allt og snemma oft í maí þegar sólin kemur út og það er frostleysingar og skera jörðin og eyðileggja stíga og svona, það er svona annan mál, en bara þegar undirlagið er orðið þétt þá er svo miklu skemmtilega að hjóla. Og þá ertu bara að fara á göngustígana? Ég meina, þú mátt hjóla allar göngustíg í Íslandi nema þessi tekið fram að það megi ekki. Það er bara eitthvað sem að Íslendingar þurfa líka að vita, að það má hjóla allar göngustíga nema þessi skilti sem bannar það og það er mjög fáum stöðum sem það er. Og því miður þá er það ennþá í þjóðgörðum
bannað sem að ætti eiginlega að vera akkurat auðvitað, ætti maður að byggja upp fjallahjólaleiðir í þjóðgarðunum okkar eins og annar staðar. Já. Ekki bara banna hjólin sko. Af því að þetta bara fjallahjól ekki vandamál fyrir náttúruna, við erum ekki að skemma náttúruna fjallahjólum at all. Það bara fólkið sem að hjóla á hjólunum sem geti verið að skemma náttúruna og þá ef það að gera eitthvað vitlaust sko. Eða þá þeir sem fara út af Ég bara hjóla fyrir utan stíga yfir svæði sem höndla ekkert svona umferð og of snemma á vorin, það svona aðalvandamálið og það að gerast alltaf mikið svona í kringum borgina og bara í kringum þéttbýli, fólk öðlilega bara kemur vor og fólk langar að fara út að hjóla svo skilur ekkert í það sekkur upp á nafi bara í drullu og allt í klessu sko, því það ennþá frost undir jörðinni sko. Það allt svona sem okkur við erum svolítið eftir á. Já, þetta svona frumstætt en það hérna. Já, fólk skilur þetta ekki bara, hvað, þú veist, að því það infrastruktúrin svo lítill og það enginn að veita þessar upplýsingar. Já. Við fundum rosalega mikið með umhverfisstofnun og alls konar svoleiðis apparatum bara til þess að ræða, þú veist, vandamál, eru fjallahjóla skemma, þurfa að gera eitthvað til að koma í veg fyrir það, eitthvað sem getur gert betur og það alltaf fókus að stundum finnst mér svona bara jæja, hvað eigum að banna næst hjólreiðar bara, þú veist, það þarf ekki að banna sko. Býtu, og segðu mér við hverja þú ert að eiga svona samtöl við, er það umhverfisstofnun, hverjir eru það sem myndu það alls konar stofnanir já, alls konar stofnanir sem bara mjög gott Þú ert búin að eins konar erindreki hjólreiðamanna skakvart stjórntöldum Já, maður situr marga fundi og talar ágæti fjallahjólreiða sko, en þetta oftast bara samtal sem það eiga sér stað og enda bara mjög vel alltaf þetta bara, þú veist, fólk veit ekki fólk bara veit ekki alveg, þú veist og kannski, ef það kemur einhver einn á hjóli og hjólar utan stíg og gerir ljót för og eitthvað, þá skiljanlega verður allt brjálað en kannski voru 190 manns á undan sem gera þetta rétt, sko þannig að það þarf ekki að banna hlutina þú veist, það frekar að taka utan á það bara, heyrðu, hvað getur við gert til þess að gerist ekki aftur, þú veist En hverjir eru þarna í þessu, til eitthvað fjallahjólafélag Íslands sem með formann sem þú veist, eða stjórn eða eitthvað slíkt? Það við stofnuðum á sínum tíma, þá var stofnað fjallahjólabandalag Íslands. Af því að það vantaði bara rödd. Þú veist, við erum náttúrulega, þú veist, hagsmuna aðilar, við erum með ferðaþjónustu og við erum að byggja upp leiðir og svona. Þannig að það var stofnað fjallahjólabandalag til að svara bara þessu og sitja þessi fundi og það mætti að vera aðeins svona virkara og veist, ég hvet bara fólk endilega til þess að skrá sig inn í það og þetta bara, þú veist, rödd sem þarf að vera til staðar til að líka bara, þú veist, við erum búið á fundi vegna þess að það einhver issue og það þarf bara að ræða hlutina og leysa það og oftast þetta bara mjög, mjög einfalda lausnir, sko. Ég meina, til dæmis þetta fjallahjólabandalag, það með einhverja, til dæmis að halda námskeið fyrir þá sem að stíga sín fyrstu skref eða væri eitthvað þannig? Nei, því miður, við í Iceberg erum náttúrulega búin að vera haldandi alltaf mikið að svona, þú veist, það sem við erum að gera núna að reyna að gera meira fyrir lokalfólkið. Við erum búin að vera þessi 15 ár með útlendinga allt. Núna langar okkur að taka þess meira bara okkur og börnin okkar og bara framtíð fjallahjóla kultúrsins á Íslandi. Já. Það það sem okkur langar að fókusera á núna. Hver eru við? Ég og Ásta Brím, kona mín. Já, þið eru svolítið kjarnin í þessari menningu í Íslandi. Já, við erum svona allan að reyna að byggja upp svona það sem okkur finnst vanta og við erum svona vinna svona út allt landi að byggja upp leiðir og hjálpa sveitarfélögum í að bara taka út svæði, komi hugmyndir, kostnaðaráætlanir og þannig sko. Já. Og það sem við byrjuðum á að gera fyrir nokkur mánuð síðan bara þessi æfingasvæði fyrir krakka, þú veist, það vantar, þú veist, það alltaf átt að sækja um einhvern pening og gera eitthvað fyrir miðaldra kalla sem ógeðslega skemmtilegt upp í fjalli. En það bara, þú veist, við megum ekki byrja þar. Við þurfum að byrja að gera eitthvað fyrir krakkana. Já. Þú veist, við þurfum að ná þessum krökkum út, þú veist, það sem við gerðum, við byrjum út að leika sér. Já, bara vera úti, bara úti að leika sér. Nú bý ég inn í, uppið allega vatn. Já. Það var svolítið gaman þegar ég fyrir þar í göngutúra. Það reyndar mjög athyglisvert og mér langar svo að koma að það eru reiðstígar út um allt. Já. Það eru engi göngustígar eða hjólastígar. Nei. Og við erum að stelast til þess að fara inn á reiðstígana til þess að komast upp í Heiðmörk. En svo sé ég krakkana.
þau eru þarna að hjóla, þú veist, og þau eru ekki farin inn að stíga, þau eru bara að hjóla, þú veist, það er vilt náttúra þarna út allt, sko. Og þau eru að henda sér í vatnið að synda og ég gleði mér svo mikið að sjá börn út að leika, þannig ég skil hvað þetta tala um. Já. Það er einmitt svo æðislegt, sko, og þessi svæði sem við erum búin að búa til, eins og við gerðum hérna svona æfingasvæði í Gufunesi. Já. Því það er bara svona fjölskyldusvæði, þú getur komið og einhver fyrir klifugrindina og krakkinn fyrir að hjóla og mamman gerir þetta og pappinn gerir þetta og svo að grilla allir og fara heim. Og þetta gerðum við líka í Mosfellsbænum og gera rosalega flott park þar sem heitir Flækjan. Sem er bara svona æfingasvæði með alls konar brautum og þetta er bara félagsmiðstöð. Ég var hérna í gær að vinna á Gröfinni, við erum að bæta við þarna og það er bara 30 krakkar til miðnætti, sko. Fólk er hérna, sækja krakkarna bara, þú verður að koma heim hérna, þú veist, gleyma sér alveg. Þetta er bara svæði sem er svona... Og ert þú á Gröfinni, segir þið, til miðnættis? Já. Ertu þá fyrir Mosó að gera þetta eða... Já, núna erum við að stækka þetta svæði. Og ertu í samstarfi við Mosfellsbæ? Þú býr þar og ert með Icebike aðstöðu þar? Já, við erum með þess trail center í Mosfellsbæ núna líka og hjólabúð, umboð fyrir Santa Cruz hjól. Já. Og erum með trail center þar sem er svona fallegt útisvæði með varðeldi og grill sem fólk getur notað og þrifi hjólinn sín og svona. Svona svipaður með í Hveragerði. Og þarna í ævintýragarðinum erum við að búa til svona svæði sem krakkar geta æft sig á og sem íþróttafélagin er að nota líka. Þessu afturheldingi með mjög virt svona krakkastarf, þetta er bara að springa, sko. Og fullorðins líka og alls konar og þeir eru mjög duglegir að einmitt búa til leiðir hérna líka, afturheldinga félagar. Þetta mér í hug út af því að þú sagðir, þú varst ekki fyrir boltaíþróttir sem pjakkur. Já. Það er stór hópur af börnum einmitt sem hefur ekki fundið sig í íþróttum út af því að það hefur verið svo mikil áhersla á boltaíþróttir og þarna er að opnast alveg bara nýtt svið. Já, þarna bara flikkist inn þessi típa af krakka sem að þarf bara nákvæmlega þetta sem kannski fungerir ekki í þessum boltaíþróttum og þetta er svo í það sem ég segi sveitafélagin, þetta er svo ódýrir innviðir að búa til svona park, þetta kostar ekki neitt. Þetta kostar eins og 2 fótboltamörk eða eitthvað, sko. Það er ekki einu svona þak yfir þetta er ekki íþróttahús, þetta er bara mold sem ég þarf að fá að móta og krakkarnir elska þetta og það þarf að gera þetta til þess að líka annars gera krakkarnir þetta sjálf og þá gera þetta kannski illa og geta slasað sig og bara, þetta er ekki tryggt og allt í rugli og aldrei leyfi fyrir þessu. Þú veist, eins og gerist bara, krakkar fara að búa til þetta sjálf, fara að búa þetta til ef þetta er ekki til staðar. Já. Og það gerist alveg víða, en þú veist, það sem ég vil bara gera er að flest sveitafélög á landinu bara búi til eitthvað svona smá umhverfisvænt svona svæði sem krakkar geta prógressað á, því að hjá krökkum snýst þetta að prógressa. Þú veist, þau eru ótrúlega fljót að læra. Við gerðum hann er búin að taka alveg áratug að fá að byrja að gera eitthvað, svona. Já. Og búin að allir margir fundir og svona. Í Mosó þá, eða? Já, allstaðar bara. Já. Og þannig að við, á sínum tíma þá sagði bara, fuck it, ég ger þetta bara heima hjá mér. Já. Þannig að við erum með kartöflugarð og ég leiði bara gröfu og ég bara bjóð til pumptrack, stökkpalla og eitthvað í garðinum heima. Og fólk náttúrulega heldur að vera með eitthvað klikkuð, sko, en ég sá þetta á Facebook-síðinu þá sá ég bara, ég held að það veri 10-15 börn bara í hring eftir hring eftir hring. Já, og þetta er bara æðislegt að sjá þetta eins og í gærkvöldi, ég var eitthvað inn í eldhúsi bara og það er bara endalaus halaró af krökkum sem fari gegn á þessu braut og hanga þetta kvöldinu og hérna, sko. Bara í garðinum heim hjá þér? Já. Og þetta sýndi bara, það þarf að taka utan að þennan hóp og gera eitthvað fyrir þau, sko. Og það er svona kickstartaði aðeins svona bara, ok, kannski þarf bara að gera þetta almennilega og stærra. Og þess vegna fengum við að byrja á þessu í ævintýragarðinum í Flækjunni og þar. Já. Sem eru svo flott svæði. Við erum að byggja það alltaf upp og stækka það og núna erum við að fara að gera pumptrack þar líka, sko. Það er tvennt sem við langar að tala um. Í fyrsta lagi, ég ætla að segja það sem ég ætla að ræða svo mér langar svo að þú veist, heyra hvernig þessi ástríða þú veist, mér finnst svo skemmtilegt við þig að þú einhvers sagði daginn að munurinn á Íslendingum og Amerikunum væri að Amerikanar hugsa alltaf ef þeir eru ónæði með eitthvað og segja hvað get ég gert í því en Íslendingar segja þetta léleg þjónusta hérna. Þannig að þú ert einn af þeim sem að hugsa eins og Amerikani, hvað get ég gert í því? Og þú fer bara og gerir hlutina og það er ótrúlega aðdáunarvert.
Já, ég er náttúrulega bara, þú veist, alveg upp í sveit og það er enginn að fara að gera neitt fyrir þig og þú ert með hugmynd, þú er bara að gera hana, sko. Já. Þú er að redda þér og ég er bara rosa trú á, þú veist, útivist og bara trú á að ef krakkar komast út og eru úti meira, ekki ef krakkar bara allir, bara því meira sem fólk eru úti, því betur líðið því, sko. En getur þú ímyndað hvað þú ert búin að gera fyrir, sko, þúsundir Íslendinga, með því að leggja spor út bara á öllu Reykjavíkursvæðinu, Heiðmörkinni og Hólmsheiðinu og út allt. Það er, eins og á COVID-tímanum, þegar þetta var kannski eina afþreyingin sem við höfðum. Einmitt. Það var að fara út á gönguskíði eða hjóla. Já, þetta er alltaf bara ógeðslega gaman og það sem heldur manni bara við efnið og að langa að gera þetta er bara viðtökurnar hjá fólkinu er svo rosalega góðar og maður bara sér hvað fólki líður vel með þetta. Það er svo þakklátt fyrir að bara, þú veist, hafa aðstöðuna og geta gert þetta, sko. Og þetta er bara ótrúleg sprengja, þessi Hólmsheiðar sporu við erum að fá eins og páskana, þetta var bara dag eftir dag, þetta var bara 1000, þú veist, örugglega svona 5.000 til 8.000 yfir páskana, þessi 3-4 daga. Bara... En ég er að hugsa, hvernig þetta gerist. Þú, og kannski fyrir þá sem að hafa einhverju svona ástriðu og ef að þú ert svona fyrirmynd fyrir þá sem að langar að gera eitthvað, það sem að þú byrjar að einhvern veginn ryðja brautina og svo fara bæjar yfirvöld að leita til þín. Þú ferð að verða sérfræðingur í þessu og þau þurfa þér að halda til þess að, þú veist, þannig að það kemur á endanum eitthvað gott út úr því. Ég meina, þú ferð að fá tekjur. Það er kannski það sem ég meina. Að þú ert að vinna á næturnar, að ryðja, leggja spor og búti stíga. Og svo á endanum þá verður þetta að starfinu þínu. Já, það eins og ég segi alltaf að fólk, það er mjög margir sem leita til mín með svona, vilja fá að vita mitt hvernig maður gerir þetta bara ósvolítið. Ég segi alltaf að þú verður að sanna þetta konsept fyrir pólitíkinni. Það er enginn að fara að segja, já, þetta er ekki að bara go for it. Þú verður að sína fram á. 100 milljónir farðu að gera eitthvað. Þú veist, það sem virkar best er bara, sína segja það eru 150 bílar á þessu bílastæði. Af því ég gerði einhverjar 2 endur í snjó. Þú veist, geti ekki fengið borga fyrir þetta, þú veist, bara lýðheilsu eitthvað. Og það sem við náttúrulega byrjuðum að gera, við erum bara að sækja styrki til lýðheilsu sjóðs og landlæknis og bara að því að við erum að vinna lýðheilsustarf og fá svona, einhverja 100 skallu því og svona, upp í bensín og svona. Og bara, þetta tekur tíma, þetta tekur rosa tíma að sanna bara að eitthvað virki og þannig að fólk fatti það, og þetta er bara rosalegt PR og svona mesta vinnan í þessu er oft bara að svara, þú veist, social media dótinni, keyra þetta áfram þar, láta vita af þessu og trekkja fólk út. Já, þú ert með náttúrulega Facebook-síðu sem heitir Sporið. Já. Og þar getur fólk fylgst með bæði fjallahjóla og Já, Sporið er bara fyrir gönguskíðin. Og svo er það sem við köllum bara Iceberg Trail Centers, það er svona íslenska fjallahjóla síðan okkar sem við erum að gera ívent á námskeið og samhjól og alls konar svona tilkynna þess við erum að gera. En nú er ég, langar mér bara, þú veist, veg þessara íþrótta sem mestan, einhvern veginn hægt að styðja við þetta starf? Þú veist, fólk sem hefur áhuga að taka þátt í þessu, að vera með þér í þessu, ertu að bjóða upp á einhverju svoleiðis, samvinnu eða? Það sem við höfum verið að gera síðustu ár, að við erum búin að prófa alls konar, að vera með svona sjálfboða liða vinn og eitthvað svona alls konar, það er rosa erfitt á Íslandi, ég veit ekki, sérstaklega hérna í Reykjavík, það er eitthvað við stærðina á borgin eða eitthvað, fólk er svo mikið að hjóla í svona hópum, það er ógeðslega áhugavert, það er ekki allir til í að gera hluti með hinum að því hann er á svona hjóli og hann er í þessu íþróttafélagi og þessi það er svona eitt af þessu sem að bögga með þessi íþróttafélagi, það er alltaf þessi rígur á milli og fólk vil ekki hjálpast að, í staðin fyrir að bara, eða ekki bara öll íþróttafélagin að koma með smápening og búa til eitthvað geggjað svæði. Það er rosa erfitt, og fólk er að nota leiðir í keppnishald og rukka keppnisgjöld, en það er enginn sem fer eftir og lagar til og borgar kannski sjóð fyrir þann sem þarf að laga leiðina, haldinni við næsta ári og svona. Þetta er fullt af vinnu sem fer í að laga og gera leiðir góðar. Þú hjólar á einhverju stíg og bara, vá, hvað þetta er góður stígur. Hann vex ekki trjánum, það er fólk sem gerði þessa leið. Akkurat. Og í mjög mörgum tilfellum er þetta sjálfboða vinna, og það sem við fórum að gera er bara af erlendri fyrirmynd er að gera svona trail support miða.
Þannig að þú getur keypt límiða sem kostar 5.000 krónur eða 10.000 krónur eða 15.000 krónur og þetta er bara svona sticker sem þú getur límt á hjálmiðin eða hjólið þitt, whatever og ræður hvort þú kaupir hann eða bara sleppir því og í staðinn þá farið þið bara ókeypis kaffi hjá okkur og farið að nota sápur og háþrýstidælur og þrífa hjólið þitt og bara svoleiðis. Útskýrt aðeins, þannig að ég get komið inn hérna í, hvað heitir þetta, Reykjadal? Reykjadal eða í Lund í Mosó og þar eru að selja þessi miða. Og keypt mér svona límiða sem að er í rauninni, ég er búin að borga fyrir að fá að fara á þessa stíga sem að þú er búin að reyða. Nei, þetta er bara, það stendur á miðanum, ég er með 2026. Já, ég er með. Það stendur bara ég er með og það er konceptið, því ég er með, þú veist, ég meina, þótt þetta sé 5.000 krónur, það munar bara það, þú veist, við þurfum að kaupa verkfæri og borga fólki kannski og mat fyrir fólk sem er að bilda og svona. Já. Og það munar þetta allt og fólk er bara mjög þakklátt og vill leggja til í þetta, mjög margir. Sem hafa engan áhuga á því, sem er bara svona notendur og er bara skýtsama. En það er ótrúlega fjöldi fólki sem hefur áhuga á að, þú veist, að það sér árangunum, bara heyrðu. Við erum búin að vera þess að miða í 3 ár og allt í einu sumar leiðir orðna bara ótrúlega góðar. Af því að það er bara lögð vinna í þær. Og það er svona svolítið sárt að sjá fólk koma í hópum og hjóla bara fram hjá og enginn kemur og kaupir miða, enginn kemur og gefur high five það er leiðilegt. En svo heyrum maður líka, við komum við hjá Magna. Já, það er geggja, það er það sem er bara æðislegt. Við viljum allir, mér er alveg saman hvort fólk kaupir miðan eða ekki, ég er bara fólk komi og segja hæ og bara, takk fyrir daginn, bara gaman. En þú ert ekki þá bara með eitthvað félag í kringum þetta, þar sem fólk getur orðið eins konar áskrifendur, það eru nokkru hjólatúrar á ári sem að þú veist, fylgja með einhverjum pakka og þú veist. Já, það er svona, það er svolítið svona. Margir er að leita einhverjum stað að tilheyra. Já, það er það sem við erum að byrja núna fyrst að gera almennilega með þetta Icebike Trail Centers er bara að gera svona event. Við vorum með konu samhjólinn daginn, það var 40 konur sem komi, það var geggjustemming, ég var alveg sveittur á grillinu eftir og svo gerum við það sama hver að gera því. Og það er rosalega gaman að sjá þetta. Þetta er fullt af konum sem að nenni ekki hjóla með köllunum sínum, skilja það mjög vel og að því bara, það er bara, þú veist, stundum virkar að stundum ekki. Mjög marga konur bara, þetta var svo geggjað, það var enginn eitthvað að reyna að kenna mér eitthvað en þú veist, við vorum með Kati og Marjögn sem gæta og þær eru að leiðbeina líka og bara smá tips á svona þessi eitthvað hardcore námskeið sko og í framhaldi getum við svo farið að taka inn minnihópa á, þú veist, tæknin æfingar og allt það sko. Ég hef verið að halda viðgerra námskeið og svona líka. Köllunum finnst skemmtilega að fara viðgerra námskeið en konurnar vilja fá meiri svona kannski tilsögn og svona. Og allt þetta er eitthvað sem okkur langar að gera meira að, þú veist. Gera meira fyrir lokalinn, byggja meira upp og bara búa til stemmingu. Þetta snýst bara að búa til stemmingu. Skiptir mjög miklu máli. En segðu mér þá hérna, ef einhver sem er að hlusta er bara nýbúin að kaupa sér fjallahjóli sitt. Hvað er svona, hvað ráð hefurðu? Hvað á að byrja? Hvað skiptir máli? Á maður að vera með brynjur til dæmis og þú veist allt þetta. Hverju mælur með? Fjallahjólreiðar eru sko, það skiptist náttúrulega alls konar flokka og það sem er að gerast í dag er að rosa margir að kaupa sér bara fulldempað rafmagns fjallahjól, stóran fullferðshjálm, einhverja brynjur og svo ætlaði bara út að hjóla og veit ekkert hvert er ég að fara eða hvernig hjólreiðar er fíla. Ég segi alltaf fólk, býta aðeins með að kaupa allt þetta þingi, sko. Kottu frekar að leiðu hjóli í 1 dag, prófaðu einhverja leiðir, prófaðu kannski fleiri en 1 hjól. Við erum að selja Santa Cruz hjól og við erum að leigja þau, þannig að þú getur prófa hjólinn almennilega og þá getur þér tala við fólkið sem er að vinna í trailcenterinu þann daginn og fengi bara ráðleggingar, hvernig er þessi leið, hvað ég er alveg að byrja, á ég að prófa þetta og þá segir bara, heyri, farðu þennan bláa hring, gottu svo talaði með aftur og kannski segir, þetta er alltaf gróft eða ég er alveg til í meira svona, þá farðu þennan bleika hringi líka, þú veist, fá þessa hjálp við að velja leiðinar og þá finnum við svona, ok, þú fílar svona hjólreiðar, þá ættir þið kannski að kaupa þér svona hjól. Þetta er, margir fara bara að kaupa sér hérna fullbreyttan jeppa og svo bara, ég þarf ekkert fullbreyttan jeppa, ég er bara að fara að keyra eitthvað svona easy malavegi, þú veist. Sumir þurfa ekkert fullbreyttan rafmagnsfjallahjól, sko. Sumir þurfa það, sumir þurfa að vera með fullferðshjálm og í brynju og öllum pakkanum. Þetta er bara... En er það ekki munurinn á svona downhill og svona stíga hjólreiðum, hvort þú ert með brynju og hérna? Nei, sko, það sem við erum að gera á Íslandi í dag, 90% á fjallahjólum er bara enduro
það sem við kallum enduro fjallahjól Já. típa, sko. Og það er bara svolítið aggressíft svona trail tegund, sko. Svo er náttúrulega cross country en þá, sko, en þú veist, það er rosa mikil, þú veist, hjól að verða betri og betri, hjólin að verða betri og betri, og meira capable, þannig að fólk sækir í meira tæknilega leiðir, sko. Þú veist, það eru mjög fáir sem ég þekki sem nenn að hjóla eitthvað svona bara easy, ríkisringinu heiðmörk á rafmagnsfjallahjóli, sko. Það er bara gaman með börnum og eitthvað svona bara, piknik, sko, en hjólin bjóða upp á svo miklu fjölbreyttara landslag, sko, og það sem er að gerast er að fólk hjóla meira, fólk verður betra að hjóla. Já, það er eitthvað mjög fljótt að koma, mann eftir ég fór á námskeið og þá var verið að segja, svo förum við hérna og förum ofan að þessum klett og eftir og eitthvað, og það var svo fráleit hugmynd í byrjun. En þannig að það skiptir rosalega máli að fá tilsögn og svona læra á hjólið í rauninni. Hvað getur það og hvernig treysti ég því? Læra að treysta hjólinu og þekkja, þú veist, hjólið. Það er einmitt, sko, það er mjög svona mismunandi hvernig fólk tekur í þetta. Fólk kemur til mín og bara ég er nú aldrei að fara að hjóla eitthvað niður í fjall þegar kaupi hjóli, ég bara, ertu viss? Ætli ekki prófa hjólið og þú eru komin upp á þetta fjall eftir viku, sko. Sem er eiginlega alltaf rétt, sko. Fólk bara fattar ekki hvað hjólin eru capable og þegar þú ert búin að venjast hjólinu, hættur og hrættur við það og fann að treysta því og svona, þá er þetta ótrúlega tæki, sko. Og fólk fer oftast miklu meira inn í þetta sport heldur en það ætlaði, sko. Þú veist, það bara sækir í meira, þú veist, adrenalínið og bara eins og með geggjað við rafmagnsfjallahjólinu er bara hvað landslæðið minnkar. Þú getur bara verið upp á þessi fjalli eftir 10 mínútur og svo fyrir upp á þetta fjall líka og þetta líka og þú ræður hvort það sé erfitt eða auðvelt. Það er snilldin við það. Já, með því að stilla hvað gefur mikið rafmagn í það. Og fær aldrei svona kvíðan ég nenni ekki að hjóla núna. Farðu bara að hjóla og verður bara í turbo, þú veist. Það er bara næs. Þú veist, svona léti hjólitúr, það er allir líka. En eru þá næstum allir bara komnir á rafmagns? Sko, það sem er að gerast bara í heiminum er bara, like it or not, það er bara 98% í sölu á fjallahjólum eru einhvers konar rafmagnsfjallahjól, sko. Og það er ekkert að fara að breytast á næstunni, sko. Þessi hjól munu þróast og verða meira capable og alls konar. Og það er bara þróunin í dag og fjallahjólabransin er í rosalegu rugli ennþá eftir COVID og svona. Og hvað meinarðu? Það bara fór svo mikið á hausinn fyrirtæki í hjólasölunni eftir COVID að því að það var framleitt svo allt og mikið af hjólum. Þannig að eftirspurnin var bara brjáluð og allir framleitt allt og mikið af hjólum, svo fylltust allir lagrar af hjólum og bara mikið af stórum merkjum sem fóru á hausinn, sko, og er að gerast ennþá, sko. Það er alveg erfitt í þessum bransa með mörgum fólki sem er að selja hjól og á lagra og svona. Er það? Samt eru þau svona dýr? Það eru mjög dýr, en á sama skapi að þetta eru rafmagnshjól, þá kaupir ekkert eitthvað 2 ára gamalt, sko. Nei, ég veit það. Þú vilt bara nýjasta. Já, svo mikið þróun. En hvað myndur þú segja að þeir sem eru að fara að kaupa sitt fyrsta hjól, hvað þurfa þeir að leggja mikið út? Sko, ef þú ætlar að fara í rafmagnsfjallahjólriðar, þá þarftu alltaf 800 skall, sko. Eða þú ætlar að kaupa það nýtt. Þú getur alveg keypt notað hjól á kannski 500. Það er allt í lagi, en það sem þarf að passa sig á er að kaupa hjól sem er með einhver umboðslæli fyrir á landinu, því að þetta er hjól sem bíla, þetta er flókið rafmagnsbúnaður þessi hjólum og ég segi fólk reynda að eiga hjól sem er í ábyrgð, sko. Það er, þú veist, nema þú fáir að þeim eru ódýrara. Þetta er dýrhjól og búnaðurinn, eins og mótor í svona hjóli 200.000, sko, batterið 200.000 og þetta bílar alveg, sko. Það er mjög gott að kaupa hjól sem er með mjög góða þjónustu baka sig, þannig að þetta ekki að bíða eins og ég veit það er núna sum vegstæði með 6 til 8 vikur bíð á vegstæðið. Það er rosalegt, sumarið búið, sko, þú fara hjóluðu viðgerð, sko. Þannig að veljið vel, þú veist, og ég mæli með að eiga frekar nýlegt hjól af því að það er rosalega þróun í þessu. Hvað er svona, hefur breyst á síðustu 2 árum sem að er mikilvægt að hafa með? Sko, það sem var alltaf vandamál við rafmagnshjólin fyrst og er búið að vera hingað til er bara vatn, sérstaklega í Íslandi, Bretlandi, Skotlandi og svona. Það er bara, þessi mótor þola ekki mikið vatnssull, sko.
ég hef þessi myndir sem að fólk rosa brosandi að hjóli við krossa og eitthvað, bara yes, ég gæti hjólað yfir ána og maður bara, þetta hjóli verður ónýtt til 2 mánuði, sko. Það bara svo leið. Ryðgar það þá? Nei, það bara má ekki hjóla ofan í á rafmagnshjóli. Það bara algjört no-no og það þóttu getur það og kom ekkert fyrir hjólið. Það myndast rakinn í mótornum, hann kólnar og hann sígur inn vatn og svo byrjar rafkerfið inn í mótornum að tærast og skemmast og árið seinna það þetta ónýtt, sko. Og það sem það bara passa, þú veist, vatn og rafmagn ekki gott saman. En það sem búið að gerast núna með nýjustu kynslóða mótorum og svona, þetta orðið miklu þéttara. Þannig að það gott að kaupa nýlegan búnað ef maður hefur efni á því, sérstaklega að hafa hann í ábyrgð, af því að það ömurlegt að þurfa að skipta mótor fyrir 200.000 í hjóli sem kostaði 400.000, sko. Það getur dýrt að spara, sko. Já. Þannig það og svo náttúrulega hleðslan að duga lengur og það ekki svoleiðis þróun líka og þau verða léttari? Það sem að gerast í dag mikið að fólk nennir ekki að burðast með þessar rosalega þungu hjól lengur, sko, veist. Flest rafmagnshjól undir 1 milljón eru 27, 8, 9 kíló, sko. Það rosa þungt hjól, mjög þungt hjól. Og í flestum tilfellum kemur fólk heim til sín með hálfhlaðið batteri, sko. Hjólinn sem við erum að selja alveg niður 18 kíló. Þetta bara orðið eins og venjulegt hjól. Það að koma kultúr núna fyrir því að vera með minna batteri og vera sem auka batteri. Já. Og það sem að koma líka svona hraðhleðsla sem það mun breyta mjög miklu. Þess hleðslutækin sem við erum að nota hingað til eru ofta svona 4 til 6 amper og þeir sem að koma eru 12. Já. Sem því eru 3 sem hraðari að hlaða hjólið. Þú getur hoppað inn og fengið samlöku og kaldan bjór, hjólið fullhlaðið og kemur út. Já. Og ertu bara með hleðslutæki með þér? Þú getur gert það eða bara þess vegna erum við með trailsender þar sem þú getur bara droppa við og hlaðið. Já. Og ég að segja við þessu orkuveituna að vera með hleðslustöðar á virkjunum. Já. Það nóg rafmagn og eins og kringum Hengilin, Nesjavöllum og Helliseiðavirkjun þá þetta að stinga rafmagnsvélunni í samband. Já. Fá sér kaffi og halda áfram. Það algjör snillt. Og út af þessu þá getur við verið með léttara hjól sem miklu skemmtilegra hjól á. Það ekki gaman að vera á þungu hjóli sérstaklega í miklum hraða með beygjum svona braut sem skemmtilega þá hjóli orðið svona meira svona mótorhjóli fílingur í því, sko. Já. Fyrir suma skiptir það ekki máli en þetta svona. En segjum að þú ætlaðir að fara núna í svona uppáhaldstúriðinn bara kannski góðan sunnudags eftirmiddag með konunniðinn og kannski krökkunum. Já. Hvert myndið þið fara? Við gerum þetta einmitt í gær, það geggjaði, við fórum í bara út frá trailsendurinn okkar í Mosó, upp Æsustæðarfellið og það verið að vinna fullt af leiðum. Það eru mjög duglegir vinur okkar í afturheldingu sem að gera fullt af leiðum þar inn í skóginum og þar svona flow trail sem bjóð til sem að krökkum sérstaklega finnst mjög skemmtilegt sem svona uppið bara braut, sko. Þá verið að búið til svona halla í Já, svona risabörmaða beygjur og svona stökkpalla sem eru samtalið safe. Þú getur alveg rúllað þetta, veist, við rúllum þetta með krakkana okkar, svona 8 ára, sko. Já. Og það ekkert mál. En þar einmitt svæði sem rosalega skemmtilegt að þetta er svo nálegt. Þú lagt hjá okkur, fengið í kaffi, drikk, keyrt á stað, hjólað á stað, gert þennan hring. Það kemur inn að þessu ég segja þá að það skiptir svo miklu málaður með hring. Svo leiðilt að skutla bílum. Það ömurlegt. Já. Þarna getur við hjólað í rosalega fjölbreytt, þarna færðu svona bratt klifur, var rosalega flott útsýni yfir alla borgina, yfir Mosfellsdalinn, þú ert komin upp, það færðu rosalega skemmtilegt svona flæðandi flowtrail niður í Helgadalinn og þar getur við þvælst inn í skóginum, inn í svona skógrakt sem mjög skemmtilega svona einstígi. Þannig að mér rosalega fjölbreytt svæði þarna bara í bakarænum, sko, en þetta bara frábært sem svona kvöldhringur. Já, bara svona, bara, þú hefur ekki tíma til þess að fara eitthvað langt. Maður þarf ekki alltaf að fara upp á Fjallabak, sko. Nei. Og svo bara hjólið heim og farið í pottinn, eða? Já, nákvæmlega. Og það bara, þú veist, fólk að fatta þetta konsept núna, þú veist, það rosaleg mæting á Íslendingum í Hveragerði hjá okkur, sko. Það bara hópar að koma, bara bíl eftir bíl eftir bíl eftir bíl og hjóla, þetta bara rosa túristar eða Íslendingar bara. Íslendingar, já, ok. Já, túristar líka, en rosa aukning hjá Íslendingum, því Íslendingar bara búin að fatta svæðið og finna bara, hvað þetta eru skemmtilega leiðir, af því þetta eru leiðir sem eru unnar í, við erum endalaust að viðhalda þeim, sko, þess vegna er svo gaman að fólk sýni smá þakklæti með að kaupa miðan og svona. Já. Af því að því meiri miða sem við seljum, því skemmtilegri verða leiðir og fleiri. Það bara, þetta helst bara í hendur. Hvað viltu frá stjórnvöldum eða bæjaryfirvöldum?
bara skilning á uppbyggingunum sem þarf og infrastruktúrunum sem að ekki til staðar, sko. Þú veist, ég gerði svona parknir í Þorlákshöfn fyrir nokkrum árum og það er bara svo gaman að sjá og keyrir í gegnum einhvern svona bæ sem með allt og mikið af niðurdregnum gardínum. Já. Allt í einu bara, allir krakkarnir konur út og farin að leika sér. Já. Þeir voru bara inn í PlayStation, sko. Þú veist, og Þannig þetta lýðheilsumál. þetta rosalegt lýðheilsumál og bara ná krökkunum út áður en þau verða hérna úrlinga sjónvarpsfíklar því að þú veist, þóttið verði það fínt, þau koma aftur út á hjólið, þau eldast. Ef að krakkar skynja eru úti að gera eitthvað sem börn, að munið alltaf koma í það aftur. Þóttist það ekki þessi pásu, það er bara að ná þessum krökkum út og það er svo ótrúlega gaman að sjá bara félagskapin í kringum þetta hjá þessum krökkum, þeir eru bara all in í þessu, sko, bara og kenna hvort öðru og hanga saman og prófa einhverja stökkpalla og þetta er bara ógeðslega gaman, sko, að sjá það. Já, æðislegt, frábært, Magni. Takk fyrir þitt framlag til þessara íþróttagreina og lýðheilsu Íslendinga. Já, bara að vera eitthvað góði, sko. More to come. Við erum rétt að byrja, sko. Rétt að byrja, já. Og bara, við látum þetta duga í bili, en eigum örugglega meira eftir að tala meira um fjallahjólamennsku og hérna gönguskíðabrautir og slíkt íþróttir, útivist, sem uppáhaldsefni mitt. Já, nákvæmlega. Þetta er bara svo gaman. Þá komið að lokum hjá okkur í kvöld. Við bara þökkum ykkur fyrir samfylgdina og minnum á að við erum svona frjáls og óháðu fjölmiðill og erum að reyna að þjónusta ykkur eins og við getum og okkur þætti voðavæntum að þið myndu, bara styðja við þetta með því til dæmis að gerast áskrifundur eða allavega að læka það sem við erum að bjóða upp á. Og alltaf gaman að heyra frá okkur. Ef þið viljið senda okkur skilaboð eða tillögur að einhverju sem að ykkur langar að við sinnum betur eða fjöllum þá erum við alveg þakklátt fyrir það að fá að vera í meira samstarfi við ykkur. Áheyrundur og áhorundur góðir. Þannig að við segjum þetta bara gott í bili. Þið getið fundið okkur auðvitað inn á YouTube eða inn á öllum podcastveitum landsins náttúrulega og svo útvarpsrásin og inn á sjónvarpi Símans og víða og það með því bara googla samstöðuna og fara á heimasíðuna þá sjáið þið hvar okkur er að finna. En látum þetta duga í kvöld. Takk fyrir og góða nótt.